Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og við erum mættir hér í sjávarútvegsspjall og gestir mínir í kvöld eru Jón Kristjánsson fiskifræðingur og Jónas Páll Jónasson frá Hafrannsóknastofnun. Og ég er kannski bara að byrja að spyrja þig, Jónas, hvert er hlutverk þitt hjá Hafrannsóknastofnun? Hún er ég sem sagt sviðsstjóri sjávarsviðs og við erum að fást við raunverulega allt frá þorski til þara. Já. Og já, þannig að það er svona daglegur rekstur sviðsins og ýmislegt því tengdu. Ég er búin að vera í því starfi núna í 1 ár. Þar á undan var ég sérfræðingur og sáum meðal annars sinnti humarrannsóknum og rannsóknum á hörpudisk og ýmsum hryggleysingjum. Já. Búin að starfa í mörg ár hjá Hafró. Ég er búin að vera núna í föstu starfi þarna síðan 2011, minni mig. Já. Þannig að það eru nokkur ár komið núna. Og tekur þá náttúrulega þátt í veiði ráðgjöfunni sem slíkri, að móta hana. Já, eða kem að og sitta á fundi og hlusta og þannig að tek þátt í þeirri vinnu að einhverju leyti. En það sem núna náttúrulega eru nýkomnar tillögur frá Hafrannsóknastofnunum hvað megi veiða í hafinu á næsta fiskveiði ári. Já. Og það er 1% hækkun á þorski Einmitt. upp á einhver kílógramm. Já. og náttúrulega sambarilegt í öðrum stofnum, það er óbreytt í ufsa og einhver breyting lítilsháttar í ísu, er það ekki? Já, það er eiginlega mjög litla breytingar í ísu og ufsa. Það er töluverð breyting í gullkarfa, það er 14% aukning þar. Já. Og það er svona, og nokkri stofna, það er aðeins lagt til að auka veiðar á steinbít til að mynda. Og svona það er svona heldur upp á við í flestum tegundum en litla breytinga þó. Mjög litlar. En þegar maður horfir á þetta og er nú búin að vera sjálfur starfandi til sjós, alveg frá 1970 í 42 ár í sjómennsku, þá finnst manni lítið hafa áunnist með þessu og nánast ef tegund hefur verið sett í kvóta, að þá hefur það þýtt það að það hefur minna mátt veiða framvegis á viðkomandi tegund. Það virðist ekki hafa tekist að byggja neina stofna upp svo heiti geti. Já, ég er ekki alveg sammálað þarna. Nei, en þorstofnin hefur styrst allt svakalega. Afla sóknarreiningu hefur aldrei verið jafn há. Það gengur vel. Stofnin er að hrygningarstofnin er komin í stærð sem hann var þarna fyrir áður en þú hóst veiða 1972. Hann er komin kannski svona nærri því sem var kring 1960. En það er rétt hjá þér að veiðihlutfallið, það er raunverulega þá ákveðið í aflareglu og sem stýri þá hversu mikið er tekið úr stofnunum. En uppbygginga á stofnunum sem slíkum og eldri fiskur er allavega, það er í mjög góð ástandi núna en svo er að þetta kannski sem hefur verið og skýrir kannski einhverju mestu leyti því akkur erum ekki að sjá meiri veiði, það er að árgangastyrkur hefur verið ekki mjög hár ef við hefum ekki séð stóran árganga eiginlega síðan 1984. Það eru komin ansi mörg ár síðan. Árgangar hafa verið í svona meðalagi núna á síðustu árum og þar og undan þegar stofnstofnin var tölvöld lág, þá voru þeir frekar lélegir en sveiflur í árgangastyrk eru tölvöld litlar. Já, en það hefur nú komið fram í málum manna að þeir hafa náttúrulega síðan á togarralli var byrjað að nota það sem mæli einingu á því hvort að fiskstofnar séu að stækka eða minnka, að það hefur ekki gefið
góða raun í rauninni. Togararallið sýndi okkur líka bara sýndi okkur þorstofnin og sýndi okkur hann minka og svo sýndi þorstofnin aftur stækka þannig að sveiflurnar koma mjög vel í gegnum togararallið. En eru það ekki bara náttúrulegar sveiflur? Það náttúrulega það var lækka veiðihlutfall töluvert í þorski og eftir það þá sjáum við stofnin stækka samsvarandi og svo það líka hvernig við nýtum hvern einasta fisk sem kemur inn, hvern nýlega sem kemur inn og ef að sóknin hófleg þá ná að nýta hann betur og ef við veiðum mjög stíft þess að þá færri nýlega sem að koma þá erum við að fá minni afrastur út af stofnunum. Jón, ert þú sammálað þessum skýringum? Nei, ég það ekki, sko, það er spurning þegar menn að mæla stofn með ralli eða einhverjum svona, hvað er skekkjan mikil? Já, þá eigum við eiginlega að byrja á byrjunni, þegar við setjum fyrst afla mark á 1984, er það ekki, hvernig var stofnstærðin fundin út þá hefur hún átt að vera yfir 1.000.000 tonn hrygningarstofn, veiðistofn. Já, ég man ekki nákvæmlega hvernig þetta var gert, en það var gert þannig. Það var ekki með við 25% aflareglu þá. Nei, það var engin aflaregla til, en þeir voru að mæla stofnin og hvort það væri stór eða lítill. Og það var gert með rolli, þannig að afli per kíló, per tóktíma og yfirfært í svípsvæði og trolli og yfir allt í landgrunni og svona og reknað út að samkvæmt því að þá sé stofnin svona stór og við gerum þetta hérna á sín tíma í laxinum að við vorum að reyna að áætla hvað maður veitti mikið í svona yfirferð á veiðisvæði og það var svona álítið að væri 1/3 og það var margfaldað með 3 stofnstar síðan hættum við því að alveg það var bara afli sem að veittist í fyrstum umferð, hann var notaður sem index. Það var alveg óþarf að fara lengra, það var bara hvað gerðir á korter eða hálftíma eða á ákveðnum fermetrafjölda og þú taldir það sem kom upp og það var kannski svona viðmiðun en þú vissir ekkert hvað stofnin raunverulega var stór og þess vegna það er mjög erfitt að kalibrera svona aðferðir. En kannski ég kem aðeins inn á það því oft líka talað rallið er náttúrulega nýtt sem vísitala og vísitala við erum að fylgja eftir árgangur sem koma inn í veiði og þeir staldra sem betur þau ansi lengi við núna þannig að þeir eru að koma inn, þorskarnir koma inn í veiði kannski 4-5 ára og svo erum við að fylgja honum eftir í gegnum veiðina og það raunverulega stýrir stofnmændinu svo er rallið sjálft nýtt til að breytingar í rallið nýtt til að tjúna það eða fitta það við þannig að það er ekki notað það er í einstaka leiðangur sem við notum við getum talað svona absolút eða algildan vísbendingu eitthvað það er eitthvað sem er þá talið eins og Jónu kannski þekkir nú ekki rannsóknir hans á laxinum og þessi annar stuður 3 á það sem að minnist á en við gerum það í nokkrum tegundum þá teljum við gerum það í humri til að mynda núna það teljum við hólufjölda þannig að það er í einstaka tegundum sem það er gert en fyrir þorskin þá erum við með stofnmat sem er tölvöld miklu flóknara en tekur eigi að síður vísutöluna úr ralli og það er og svo erum við með þá 2 rall núna, við erum með haustrallið og massrallið svo kallið eða vorrall og þannig að það er komið núna 40 ára sería í vorralli og haustrallið komið 30 ár og svo höfum við netaralli líka núna eða síðan 98 og alla þær 3 raunverulega skoðar þessar 3 vísitölur og sér hvernig þær raunverulega fitta við á metna stofnstær þá er sama sveiflan að sjást í öllum þessu vísitölur sem það ætti í raun að gera. En þegar þú ákveður í upphafi að það sé 1.000.000 tonn í hrygningarstofn Það virkar ekki þannig, þú ákveður það ekki upphafi. Nei, en það var í rauninni gert. Þegar að menn byrjuðu að veiða. Þá var árgangum fyllt eftir og menn náttúrulega byrja að taka sýni mjög snemma úr þorski. Heyrði hérna, Jón var að tala við hérna kollega frammi, Bjarnar Sæm og aðra, hann náttúrulega búið að vera aldursgrein á þorsk og annað í ansi langa tíma og eigum eldri kvarnir og við erum með mjög góða sýnasöfnum frá, eða góða, hún náttúrulega verður betra til líður á, en
frá eftirstríðsárum höfum við fyllt eftir og við sjá hvernig árgangunum koma í gegn og árgangunir eru mjög stórir og við fylgjum þeim eftir og svo þá rallið sem rosalega góður okkar mati gott akkeri til að meta við og rallið hefur nýst í rosalega margar áhugaverðar pælinga bæði varandi hvernig fiskistofnar hafa færst, tegundir sem við erum ekki beint að nýta, líka sveiflur í tegundir sem eru þá ekki beinni nýtingu og svo fyrir stofna það sem við hefum ekki getað beitt raunverulega tölfræðilegu stofnmatslíkunum, þá hefur við getað nýtt, hefur við nýtt raunverulega breytingarnar í vísutölu til að hjálpa okkur við að meta stofnstærð og veita ráðgjöf. Jú, en maður bara spyr sig alltaf upphafið þegar það byrjað 83 að útluta veiði heimildum fyrir árið 84 að þá, og það er fyrsta árið sem við veiðum í kvóta og það eru 267.000 tonn sem við veitum þá að þorski og núna eftir 40 ár í kvótakerfi við þessa tilrauna starfsemi þá hefur við aldrei náð sama aflamagni. Já, það er náttúrulega þín orða, þú veist hvað orðum að ljá úr hlutunum, en Nei, er það ekki rétt? Já, en ef við myndum auka, það var ekkert mála, ef það væri önnur, ef það væri mun hærra veiðálag, þorskstofninn hefur náð sér á strik og þessi aflaregla hefur verið sett á þessu leveli, þannig að við erum að sjá stærri þorskstofn núna heldur en var þá. Það er svo sem margt jákvætt við nýtinguna, það kostar minna, hvernig orðað maður kolefnisfótspori, það háraflasóknarinningu, það ódýrara að sækja fiskinn. Og það var sagt með sögða líka þegar aflareglan var sett á sínum tíma að þegar það yrði sársauka fullt til að byrja með, svo eftir ákveðin tíma þegar arðsemi veiðanna fyrir að vera betri þá. En er það hlutverk Hafró að vera hugsa arðsemi af veiðum? Er það ekki bara hlutverk þeirra að segja hvernig staðan í hafinu fiskifræðilega séð? Æga þeir að vera pæli því? Og það kannski partur af því að þið tæki ekki afstöðu til veiðafæra til dæmis. Ykkur alveg sama hvort það veitt í troll eða á krók eða net eða snurvoð eða hvað sem Þið hafið enga afstöðu til þess. Við höfum náttúrulega skoðað á kannski eitt með auðvitað arðsemin náttúrulega að því aflareglur eru settar þá koma fleiri að og hagsmunaaðilar og aðrir sem kannski stýra því líka. Já, en er það sem á að stjórna vísindamönnum? Nei, það stýrir okkar alls ekki, sko. Nei. En tala aðeins þetta, þú talar það að stofnin hafi verið að stækka. Mér finnst ekki skipta neinu máli hvað stofnin stór. Það sem skiptir máli hvað getur veitt mikið úr hún. Hvað mátt veiða mikið. Já. Og hér áður fyrr, þegar aflinn fór eiginlega aldrei undir 350.000 tonn, 400 eitthvað svoleiðis, þá veiði álagið 35-40%. Og það gekk ágætlega í mörg ár, þangað til farið að búa til þessar grílur sem hefjast með svörtu skýrslunni og þessu að stofnin sé að fara til fjandans sem var notað í landhelgismálum sem tól til þess að segja nauðsyn þess að reka Bretana í burtu og aðra. Fyrsta svarta skýrslan var hún ekki 75. 75, já. Þegar við erum að færa út í 200 mílur. Já, en sko, eins og ég segi, það virðist vera allt í lagi að hafa 35-40% nýtingarhlutfall, svo framalega sem að stofnin býður ekki tjóna því, það ekkert spurning hvað hann stór, heldur hvað hann gefur af sér. Svínastofnin ekki ofboðslega stór, en hann gefur mikið af sér af því að það slátrað rétt og dýrin ekki látið vera of stór og fóðurnýtingin skilur vegna þess að það samband á milli vaxtar og fiskafælda. Já. En þetta byrjaði náttúrulega með þessum áróðri þarna í þorskastriðan. Já. Já, ég get svo sem ekki svara því hvað gerðist fyrir mína fæðingu, 75. Jón getur rifjað það upp,
En auðvitað með því að það er líka hægt að finna út hvaða veiðihlutfall hentar fyrir stofn og þá kemur þetta aldrei inn í það hvenar þú byrjar að veiðan og þá koma veiðafærin og við höfum skoðun á gegnum tíðina mörskvastærð og í ýmsu öðru hvaða fiskur er valinn. Við viljum friða smáfisk, við viljum eins og með svínin sem Jón nefnir, það er ekkert, við viljum ekkert að slátra grísunum meðan rótnara litlir, við viljum fá sæmileg svín. Ekki á stór. Ekki á stór, neini, en það erum við að veiðan á heppilegri stærð og við erum að fá hvað mest útrónum miða við þessa nýtingu en Ég held þetta séu ranghugmyndir. Veistu það að Jónsson skrifaði það 1960 að þá var hann á ráðstefnu með þjóðuna hérna við Norðursjóin og það var talað um það að menn vildu þá auka mörskvastærðina í Norðursjóin. Ég held hún hafi verið 70-80 millimetrar, hún var lítið og það var setið margir fræðingar hérna á þessu ef við hækkum, ég man ekki akkurat hvað tölur var frá til dæmis 80 upp í 100 þá þurfum við að tvöfalda sóknina. Í töluverðan tíma þangað til stofninn æstur upp. Nei, ég meina það var alltaf með stofninn. Þetta er skammtíma nálgun. Og með veiðafærin og við myndum gjarnan á hafrannsóknastofnuninni sinna þeim betur og það er náttúrulega margt í veiðafærum og kannski má segja á tækni öld að hafa veiðafærin sittið dálítið eftir í þróun. Það er hægt og það eru núna rannsóknir og tilraunir í gangi með því að velja fiskinn jafnvel líka áður hann er tekin upp. Það er þetta þá að skilja fisk bara í trollinu sjálfu. Það er eitt verkefni þetta í fiskvali þannig að við höfum kannski aðeins svo að verðunum varðandi það og það á eftir að koma meira á næstu árum varðandi stýringu fisku þá eftir að horfa meira til veiða og hvaða veiðaferð er beitt hvar. Það er ýmsar kröfur sem bara eru gerðar á okkur. En núna er bara í hafinu öllum sjómunum ber saman það að það er óvenju mikið af stórum fiski á veiðisvæðum nánast hringinn í kringum landið. Menn er að veiða miklu stærri fisk bæði á handfæri net og snurvoð og svoleiðis og sjálfsagt á togurum líka. Það er meiri meðalvikt hjá togurunum heldur en var. Við skulum sjá það að hvernig þetta byrjar þegar við erum horfnir eigendur að landhelginni og aðrir eru hættir að veiða. Þá getum við farið að stjórna veiðum. Setja reglur og hugmyndafræðin á sínum tíma var svo og það segir, það berum orðum í öllu við verum að leyfa fiskinum að vaksa svolítið lengur til þess að hann fá að taka út vöxtinn og verða stærri og þá fáum við meiri afla og það verður sýnt módel en þau til þess að fá þetta upp svona reiknislega bara þá þurfti helmingi til 3 sinnum meiri bíómassa bak við veiðina. Og það var ekki til matur fyrir það, en þetta var almenn regla að fara að friða smáfisk, ekki bara hérna, heldur á fleiri stöðum, og það verður allstaðar endað með því að afli hefur dregist stórkostlega saman. Öllum löndum í kringum okkur. Eystrasalt er nú lokað, Norðursjórinn er orðin mjög lítið, ég held sér 20.000 tonna kvóti, skotar eru með mjög lítið, það er allstaðar samdráttur. Það hefur líka verið stundar veiðar umfram ráðgjöf. Nei, ég er að segja það, ég trúi því. Ef við tölum Noreg. Stærðum mjög smærið þar heldur en hér. Já, tölum Noreg. Þar fóru þeir í 10 ár fram úr tillögum fiskifræðinga. Og fiskifræðingarnir raunverulega eltu stjórnmálamennina sem voru að útluta miklu meiri veiði magni heldur en fiskifræðingar mældu með. Nú er þetta að tala árun upp úr 2000? Ég er að tala 2000 til 2010, eitthvað svoleiðis. Og þeir fóru helmingi meira af þorski í Barentshafinu, bæði normenn og rússar heldur en var ráðlagt. Já, offisíalt pluss Svörtulandanum. Já, fyrir utan það, við skulum bara sleppa því, tala það. En þetta var svona, en fiskifræðingarnir þar eldu.
það sem var veitt. Já, nú get ég ekki alveg svarað fyrir það. Það var svoleiðis. Já, þá var það svoleiðis. Að það getur verið. En það er líka að mjög áhugaverð þessi að því þetta náttúrulega líka að því, ég man ekki hvor eitthvað sagði áðan, þetta ekki bara náttúran, stýrir ekki náttúran þessu og hvað og auðvitað gerir hún það líka og hún gerir það oft í því hversu margir afkomendur koma á legg, þá sterkir árgangar og í Barentshafi háttaði þannig til að þegar að hlýnar, og það hlýnar á svipuðum tíma þar og hér, upp úr 96-7 og hefur verið hlýtt alveg á þeim tímabili og við erum búin að sjá þessa miklu hlýnun þar og þar landgrunnið, það er miklu, eða þessi landgrunnið það nær alveg norður úr. Ef við förum norður hérna á Íslandi, þá landgrunn okkar ekkert rosalega breytt og svo eru komin á hyldýpi þar fyrir utan og þar þrýst engin bolfiskur og þannig að í raun ræktarlönd þorsksins er svo má orðið koma þegar ísjaðarinn hopar þarna í Noregi, þá myndast svæði sem er gríðarlega stórt og stofni stækkar og hefur verið mjög sterk og þangað til núna, það er 30% lækkun núna sem er að eiga sér stað þarna í Barentshafi milli ára og einhver leyti tjóðurinn niður vegna aflaregna, ég er ekki alveg með á hreinu samt en það er mikil samdráttur sem á sér stað núna. Þeir eru að tala 20%. 30%. Norðmennirnir. Já. Og þannig að það er mikla breytinga þar og við erum... Það var dálítið skemmtilegt, ég talaði við íslenskan útgerðarmann sem er í Noregi og hann sagði mér það að það væri verið að draga saman þar á milli ára en það myndi ekki bitna á kistflótanum eða strandveiðibátunum. Það myndi bara bitna á stóru skipunum sem eru raunverulega að veiða út í Barentshafi en ekki á þeim sem eru innan fjarðar og á grunnslóð. En þeir skilja á milli þessara stofna og stofngerða í Noregi í veiðiráðgjöf. En hvað eru við með marga þorskstofna á Íslandi? DNA-rannsóknir sína að það eru margir stofnar á Íslandi. Það persónulega finnst mér erfðafræðin mjög flókin og allt frá því að fyrstu raunverulega bara eða blóðflokka aðgreiningar og annað í erfðafræðinni þá hefur menn hafa sýnt fram á ýmiss konar aðskilnað og svo verða þróun og það núna það nýjasta sem hefur verið að gera er að skoða erfðamengi og þá stærri hluta og mér finnst erfðafræðin alltaf, grænlendingar eru farnir að skipta sínum þorskstofni við Austur-Grænland upp í 2 eða 3 hluta og við höfum séð og maður sér það reyndar á fisknum sjálfum. Mér finnst það eiginlega ef maður sér munin á fisknum auðvitað þorskur bara þorskur en þú skoða til dæmis bara munin á bilunu milli uggana á bakuggana að ef það sé lítið bil þar á milli og þá hann yfirleitt feitur og pattaralegur og þá það þorskur sem hausinn er öðruvísi í laginu líka. Já, hann er stærri og breiðari og svo fiskur sem mjóslegnari og með meira bil milli bakuggana og það yfirleitt fiskur sem þá finnst dýpra og svo djúpfari og menn telja ég nú ekki alveg með tölum þar á hreinu að það hefur heldur dregið minkað súpstofngerð, það verðum ekki að tala um mismunandi tegundur náttúrulega hvað hjálpa okkur en menn hafa erfðafræðingar samt sem áður jafnvel farið að fyrir til hvernig túlkar erfðafræðigögnin. Ég sá einhverja skýrsluna eða þá fóru menn að skilja þorskstofna innan fjarðar í Noregi jafnvel og í Sogsfirði setja 2 stofna og annar stofn fyrir utan en það struktúr en það líka mikil blöndun í hafinu og það samgangur á milli og þessi erfðafræðilega aðskiljan sem á sér oft stað og að búa til stofna hefur ofta átt í stað bara við einhvers konar fyrirbrigði eins og ísaldir og ísaldatími, þetta tekur tíma fyrir þessar stofngerðir að myndast og það þurfa að vera æxlunarlegar einangraða líka og það fara á milli stofna og við erum að sjá þannig að erfðafræðin
Við erum að vonast til að fáum kannski dálítið betri mynd af tölvöld ítalegurum rannsóknum núna sem við erum að gera á erfðafræði þorsk. Við höfum verið með þorsk átak í gangi á Hafrannsóknastofnun, það sem bæði verið að merkja tölvöld mikið af fiski. Við erum að farið í nýja rannsóknir að kanna ungfisk og við erum að bera saman núna fisk af uppeldislóðum samanborið við hrygningafisk og líka þennan fisk núna sem hefur verið að veiðast á Dorbanka, hvernig hann tengist við, þeim bæði merkt fiskin þar og verið að taka erfðafræði sína. Þannig að sú vinna öll í gangi og vonandi það spennandi niðurstöður og eitthvað sem ég allan að trúi því. Við erum komið það langt inn í erfðafræðin og þessi gögn verða stærri og stærri. Núna er verið að taka alla erfðafræðina undir, ekki bara bút og búta, því oft þessi bútar undir vali. Þannig að það er eiginlega að fara næstu þegar frægt að greina hana niður í fjölskyldur, hver undan hverjum. Það sem skiptir máli að lokum það hvað getum við fiskað mikið á þessu fiski, ekki hvort hann sé innfjarða þarna eða innfjarðið, og mér finnst menn vera að eyða ægilegum tíma og vesinni í svona, eins og ég kalla tittlingaskít. Ég var að safna erfðasýnum neðan í Írskahafi, niður í Norðursjófirða, ég fekk ekki eins og að vita hver var niðurstaðan og Færeyjum. Þannig að það verið að eyða óskaplegum fjármunum í rannsóknum á þessu sem skiptir ekki máli fyrir afkomu okkar af sjávarúti. En spurður þá aldrei að þessu? Jú, ég spurði Einar Andersson, hann hafði engin svör frekar heldur. En það er náttúrulega athyglisvert að við skulum ekki ná þorskstofninu betur á skrið að mati Hafrannsóknastofnunar heldur en það við megum veiða á 200.000 tonna ári úr stofnin. Ég að segja það að mín skoðun er svo að það er vitlaus hugmyndafræði í gangi. Og þá ertu að tala að veiðireglan 25% er vitlaus. 20%? Já, 20%. Hugsaðu að bændur fengi svona yfir sig. Hugsaðu ef að bændur fengi svona reglu. Já. Og ég alveg sama hvernig er í ári eða harnar eða fóður eða einhvað. En sko aðalega það að hugmyndafræðin það geyma fiskinni til að verði stærri, hún stenst ekki. Það er löngu búið að sýna fram á það, en þessir menn í ISIS, allt klanið, það vill ekki hlusta svona rök. En svo höfum við bara aðra stofna. Hvaða áhrif hefur þorskstofn á humar? Rækju og aðra tegundir. Já, rækjan svo erum við líka að því það eru mjög áhugaverðar spurningar og vangaveltu hvað er í gangi og og þorskstofnun er náttúrulega mikilvægur afræningi á rækju aðalega og einnig á humar og en svo erum við með tegundir skemmtilega vinklar að því humarinn er hlýsjávategund og rækjan er kaldsjávategund og rækjan hopar líka undan hlýjendunum sem er að koma og svo koma 97-98 og þannig að og rækja náði sér ákveðla strik þegar stokksstofnin var veittur niður á þessum árum og undan þannig að það fór saman að það var kalt í hafinu og rækjan á sér strik og það er mesta rækju við einhvað 40.000 tonn 97 ég mann rétt. Já, fór nú upp í 60-70.000 tonn. Já, en svo ef við skoða rækju við á heimsvísu af þessari tegund að þá ná þær sama hámarki á þessum árum og síðan hefur dregið úr og almennt það þá með rækjuna því að hún hopar norður en það náttúrulega þú hopar ekkert nema x langt norður, þú komin á norðurpólinn og það er ekkert sem tekur við þannig að rækjan sú útbreiðslan hennar hefur dregið saman og svo hjá okkur að þorskstofninn tekur jú mikið af henn og við sjáum þetta samspil ágætlega í innferðarstofnunum okkar það sem rækjan er kannski hún hefur farið þarna í þessa innfyrði í bæði Arnarfirði og í djúpunu finnst grinnst í djúpunu eða innst en það skiptir máli og afráni skiptir máli jú og varandi humarinn þá náttúrulega hefði við humarveiðar hvenar við hefðum kringum 50 og eitthvað og þá var þorskstofninn mjög stór á sama tíma og þá voru töluverðar veiðarstund af rokkum og breytum og frökkum í humrunum fyrst og náum ákveðinu toppi, svo eru sveiflu þar. En afrán þorskins, jú, er vissulega mikið, en
við getum kannski farið í, ef við viljum ræða humarinn sér, sveiflurnar í honum og annað. Það sem kom inn að hérna, það var Hafrannsókn var að birta nýlega, það er nokkur ár síðan, grein það að það væri svo mikið af þorski og ýsu í fjörðunum fyrir vestan að þeir væri búin að eyða nánast öllu öðru lífi. Það er að segja mjóna og alls konar fisk, ekki bara rækju. Það væri mjög sjáandi að þarna var beitarálag frá þorski og ýsu, allt og mikið. Það hefur ekkert verið gert í þessu. Og þá hefur þú viljað að láta veiða þorsk og ýsu inn á fjörðunum? Já, svo er þetta eins og ef kom alltaf gæsir í berin hjá þér upp í dala, hvað getur þú gert? Þú getur tekið berin áður en þú kemur. Já. Það er að segja að þú getur... Svo getur þú farið með haglabissuna líka. Já, ég var nú þarna í Arnarfirði, ég var nú að rannsaka vöxt þarna fyrir vestan, ég var nú að dröfnin marga túra og það er mismundi vöxtur í fjörðunum fyrir vestan. Já. Og inn á Breiðafirði, það er gallin kannski við ykkar skýrslur eins og að það er öllum þorskinu steypt í einn pott, þorskstofninn og nú veitum við það að vöxtur gríðarlega mismunandi milli staða. Og þess vegna ég að tala það, þorskstofnin skiptist kannski upp í 15-16 ættkvísli. Ekki endilega það er bara staðaráhrifin sem hafa áhrif, það þarf ekki að vera í sérstakur stofn. Nei, en svo er annað sem ég tók eftir og talar að rækjan sé að flytja sig norðar út af hitaskilum. En hver er niðurstaða ykkar hlýnun sjávar? Almennt séð? Já. Eða við Ísland? Við Ísland, ég er að tala Ísland. Það hefur hlýnað og við sjáum þess að ég get kannski komið inn á einhversu punktum áðan, margir punktar sem koma og þjóttar mann ekki elda alla, en þessi hlýnun við sjáum hann mjög skart gerast raunverulega eftir 1996 og 97 og þetta fyrst kemur hlýjatungan við suðurströndina og svo sjáum hann að koma... Já, hún hættir 2003. Ja, hún hættir ekki, nei, hún nær ákveðnu hámarki 2003. Og það var hlýrra í sjónum í 1935. Þá höfum við náttúrulega kannski ekki alveg skoða mælingar heldur, en það var svipað hlýtt, já, á þessum tíma og við erum að sjá þetta hlýjendaskeið núna 96-7 og hugsanlega erum við komin að endimörkum þess tíma, það við höfum ekki alveg séð. Mér svona tilfinningin að það hefur heldur dregið úr hita og þetta sé þetta eins og Jón segir 2003 eða 2005, ég man ekki hvað ára það var. Já, cirka það sem kemur þá hæsti hitin og sem helst aldrei hlýr en svo hefur verið að þetta aldrei eftir hvort þú skoðar yfirborðssjó eða hvað sjógerð þú skoðar. En þar og undan, náttúrulega þá kemur þessi snögga kólnun hann í kringum 60, hvað var það, 66? 64. Já, ok, 64. Ég var þarna á gamlan og undir ból. Já, og þannig að það tímabil, þá ertu að tala 32 ár og svo tekur tímabili núna frá, hvað eru komið mörg á síðan 96, við erum komin 28, það er 28-26 ár. Þannig að við erum komin aldrei, við erum fyrir að nálgast þetta 30 ára tímabil og svo sjáum við þessa hlýnun sem er fyrir 1964, þá er að hlýna hann í kringum 1930, það eru önnu 30 ár, þannig að þessi sveifla er dálítið í þessi 30 ár í kringum okkur. Já, þetta er voðalega lítið, þetta er upp og niður. Þetta hefur áhrif á þessa tegundir og... Hvaða tegundir hefur þetta áhrif á? Ég sá þetta hafa áhrif á skötusel. Já. Og á ýsu. Á ýsu, eitthvað á löng og keilu. Á löng og keilu, á langlúru til dæmis, það veitist aldrei langlúra fyrir Norðaland fyrir en, veit ég hvort það veitist þannig árum áður, þannig að við sjáum langlúruna. Eða reyndar það má segja að lang og keila var lítið veitt út af Vestfjörðum. En þeir byrjuðu að fá á línuna löng og keilu í meira mæli. Út af Vestfjörðum. Ísunni skaut upp við Norðurland allt inn í Víklumagn. Náttúrulega er alltaf á flegiferð. Já. Það er allt breytilegt. Það er breytilegt. En við sjáum þessar sveiflur og við sjáum líka að það er, leiknin er upp á við. En með þessum sem þýðir það að ef fram sem horfur og það eru líkön, þessi stóru
stóru raunveruleika líkön sem eru nýtt í loftslagsskýrslunum stóru að spá því að það verði kalt hérna, það verður köld tunga hérna suður af Íslandi eftir 15-20 ár og svo í framhaldinu þannig að það þessi 30 ára sveifla verði hlýrra aftur. Þannig að og það ýmislegt sem gerist við töluvert af tegundum í þessum hlýjendum og það ekkert alla tegundir sem hafa þolað það vel og við höfum séð það bæði í stofnum sem eru veiddir og líka stofnum sem mannskepnan hefur ekkert sótt í. Sko, Jakob var alltaf að tala köldutunguna þannig fyrir austan sem hann bjóð til þokuna. Síldin, síldin kemst ekki gegnum köldutunguna. Það var mikið rætt þetta í gamla dag en ég veit ekki hvað það hefur mikið að segja. Þetta hefur alltaf verið þarna. Já. En við höfum alltaf verið með þessu straumaskil á þessum stöðum. Já. Og ef þessi straumaskil hverfa, þannig að getur tekið Norðursjóin þar sem hlýnar hægt og sígandi, það sé þessa færslu tegund og annað og þessa gráður í hlýnun við Ísland. Ef það verður hlýrra og þessu tunga fer nær Grænlandi þá þýðir það bara eitt að Austur-Grænlandsstraumurinn hann stöðvast. Og ef það gerist, þá koma þessar hamfara bíómyndir, þá eiga þessi stað að það ekki verður ísaldar ástand aftur. Nú vorum við konið svolítið frá efninu, sko. Við vorum að tala sveiflurnar. Við vorum að tala hérna þorsk og þorskveiðar og stofn og veiðihlutfall. Við vorum komin í humar og rækju. Nei, ekki, ég ætla að geyma það aðeins. Jú, nei, ég segi það að sko árangurinn af öllu þessu starfi minni en engin. Og langt frá því sem lofa var. Það er staðurinn. Já, skýringin sem Þorsteinn gaf okkur síðast var að það væri ekki nógu mikil nýlun. Og ég spyr þig, af hverju ekki nýlun? Hefur ekki verið nýlun sem að kvótakerfið var satt á. Sterkustu árgangarnir í Íslandssögunni sem eru þekktir koma fram 83 og 84 saman. Nei, já, það eru árgangar hérna 40, hvað var það, 45? Ég ekki að tala um það, í seinni tíð. Já, svo 73, 84, 85, 83, 84, já. 83, 84 og hann var mældur svo, þeir trúðu ekki tölun. Já. Og hann var lækkaður niður í mati 83 árgangurinn held ég. En hvaðan það? Síðan hefur ekki komið nokkuð skapaður hlutur. Eða þetta hefur verið alveg steady og það fer saman þegar þeir dregið úr veiðum. Þá minnka nýlun. Mín skýring á því svo eins og ég þekki víðar að þegar að þú eykur fiskafjöldan á fóðrum þá verður hann að sækja í að éta undan sér. Og byrjar á því og gerir það. Ég að koma í fæðiskortur og byrja hann að éta undan sér og hann gerir það í gríðarlegu mæli. Forstjórinn ykkar fullyrti það nú að það væri ekkert óeðlilegt við En að sama skapi þá á sér ákveðin tilraun líka stað því þú talaði tilraunamennsku tíðræðskilu er þetta bara veiðu stjórnun og menn geta verið misánað með hana og hvernig gengur og hvað og þannig ákveðin stöðuleiki en 93 þá stofnunin komið niður í ákveði lágmark að þá fyrir við að sjá árganga sem eru með þeim lélegustu sem hafa verið við fáum þó nokkuð marga árganga í röð sem eru á þessum árum sem eru þá töluvert mikið undir meðalagi en að sama skapi má segja með þorskstofnum við Ísland að sveiflur fyrir utan þessa stóru árganga sem kannski kem aðeins inn og meira að yfirleitt yfirleitt það tenging við Grænland sem við höfum að sjá í þessum allra stærstu árgangum okkar og þá höfum við að sjá að þorskurinn að alast upp þar og kemur þá hingað til hrygningar í þá sterkum grænlandsgöngum og af hverju þær hafi ekki komið síðustu áratugi get ég ekki svara. Það hefur ekkert að gera með nýlun. Jú, það hefur alltaf að gera með nýlun. Það voru hérna 3 togaraskipstjórar. Það voru 3 togaraskipstjórar hérna hjá mér einu sinni hérna fyrir einhverju mánuði síðan eða 1,5 mánuði og þeir voru að segja það að þegar þeir voru að veiða grálúðu niður á 500-600 föðmum hérna út af Vestfjörðum á grálúðu slóðinni Hampiðutorkinu kölluður það held ég og þá fengu þeir stóran þorsk bæði á vorin og aftur á haustin á þessu svæði og einn skipstjórinn hafði sendt
til Hafrannsóknastofnunar sýnishortna fiskum til þess að láta aldursgreina þá og DNA rannsaka þá og annað þess áttar. Og hann hafði ekki fengið nein viðbrögð eða svör frá Hafrannsóknastofnun þessa fiska. Nei, það er nú ekki nógu gott að menn svara ekki. Við reynum að sinna því sem kemur öllum áhuga. Sko. Þetta er partur af því að starfandi sjómenn eru tortrygnir á vinnubrögð Hafrannsóknastofnunar og þegar okkur var sagt 1983 að ef við færum að tillögum fiskifræðingi í 2-3 ár þá yrðum við farnir að veiða 450.000 tonn á ári eftir 3-4 ár. Ég get svo sem ekkert sagt hvað var sagt á gerð. Þetta er það sem að við sem þekkjum þessa sögu tókum þátt í henni og lögðum okkur að mörkum og margir hverjir að sætta sig við þessa hluti af því að það væri verið að búa í hæginn til seinni tíma og menn eru búin að bíða í 40 ár eftir því að hagurinn vænkaðist en hann hefur farið á verri veg allan tíman og meiri segja 2007 þá var komin úthlutun niður í 130.000 tonn í þorski og það er þetta sem að er Hafrannsóknastofnun í sínum tilraunaverkefnum er hún ekki að ná neinum árangri og er réttlætanlegt að halda áfram að vinna eins og þið hafi gert á meðan ekki næst meiri árangur heldur en raun ber vitni. Þurfum við ekki að stokka upp og fara nýja leiðir. En við skulum nú kannski láta þetta gott heita varðandi þorskin. En þú vildir tala humar. Já, ég bara stakk upp á því, sko. Ég þekki hann vel. Sko. Humar á Íslandi, humarveiðar, er búið að stunda síðan 1950. Já. En byrjuð að veiða humar norðan við Eldey einhvern tíman í kringum 1950. Fyrir 75 árum síðan. Við tilraunum voru þarna við Vestmannaeyjar og Eyrarbakka voru fyrstu sko. Já. Og þeir eru einhverjir bátar úr höfnunum. Voru ekki að veiða á Dórbanka líka? Ekki þá. Ég hef aldrei heyrt humar á Dórbanka. Nei, Gísli Bjarnason skipstjóri, ég meina þeir voru að segja það Vestfjarðartogararnir og fóru þarna langt út að við fengum humar. En það einstaka humarinn rosalega kreðsin á undirlag, hann bara það sem drullubotn og það má ekki vera eitt einasta sandkorn í því. En það reyndar ekki alveg rétt, auðvitað veiðist humar á hörðum botni líka. Nei, ekki. Hann sko, humar hann lifir í hólum. Ég veit það. Og hann byggir þessa hólur og við höfum verið að mynda þessa hólur núna síðan 2016 og tekið setsýni með og maður finnur að leið og maður fer á slóð það sem auðvitað geti einn humar verið, ég segi það ekki en leið og finnur smá sandkorn í setunu og þá lítið sem ekkert af humarhólum og við höfum verið að telja þær og það þá aðferðafræði sem við höfum tekið annar stað frá að því að veiðarleiki humars er svo svakalega hann er svo svakalega mikla sveiflur í honum og sem stýrast bæði af raunverulega birtust í sjávar, straumum og líka fiskgengd. Þannig að það mikill fiskur á humarslóðunum þá veiðist yfirleitt bara örfáir stórir humrar og svo getur gosið upp raunverulega humar og við sjáum líka oft sjáum við ástand það sem mikið að humarkellingum kom upp. Humarinn við erum að veiða 95% af aflanum eru karldýr og það ekki nema 5% kellingar en svo geta komið tilvíku upp það sem hlutfall kvendýra geta farið upp í 50-60%. En hann hefur verið, hann nær ákveðin humarinn það ákveðin, það er mjög sterk nýluðunar sveifla sem á sér stað á þessum árum þegar að hlýna upp úr 96-97 koma sterkir árgangar og raunverulega fram til ásins 2000 og eða rétti við 2000 og svo þegar hitastigin ákveðin hámarki þá
höfum ekki séð smáan humar síðan 2005, þangað til eiginlega, við fórum núna í könnun fórum hérna með togurum frá fyrir ekki fórum á togurum frá Höfn í Hornafirði núna í sumar. Þinganesinu eða? Já, fórum á Skinni. Við fórum á Skinni núna, hefur mann rétt. Og þá erum við að sjá raunverulega fyrstu nýliðunum síðan árið 2005 erum við að sjá núna í humri sem cirka 5 til 6 ára núna. Þannig að það það árganga frá 2019. Var mælt hitastig við botn á öllu þessum árum? Við eigum upplýsingar um það. Einhver mikill munur á hitastig? Það kemur kannski, það hlýra hérna, það engin svakaleg munur, en humarinn pínu að þú mittist á lax áðan, humarinn daldið eins og lax. Hann rosalega góður á bragðið og svona herramannsmatur, en að því að kvikindi geymir hrognin undir halafótunum í rosalega langan tíma og þetta snýst dagráður, það sem tekur raunverulega tekur að klekjast út, þannig að tiltölulega litla breytingar í hitastigi þegar hrygnan með þetta undir halafótunum í marga mánuði getur flýtt raunverulega að hún losa lirfurnar töluvert langan tíma, og við erum að sjá það að það að gerast öllu líkindum fyrr. Á sama tíma erum við að sjá bara með gerðunhætta greiningum hvenær vorblómin í hámarki á þessum árum, og á þessum hlýjustu árum þá er vorblómi mun seinni heldur hefur verið, og þessar sjógerðir sem eru í Suðurlandinu, það eru næringasnauðari, og þetta hefur lýst ágætlega í Færeyjum. Það svona það sem gerist við suðurströndina oft endurspeglun, finnst mér allavega persónulega að því sem hefur gerst í Færeyjum 1-2 árum fyrr. Það sveiflur sem Færeyingar sjá sem oft mjög miklar í umri. Nei, almennt það engin humar. Jú, það humar í Færeyjum, en mjög lítið. Það lítið, sko. Þeir veiða bara í gildur, það ekki? Nei. Það reyndar svo beina veið í humri, þá erum að tala um leturhumar, eru gildur veiðar að mestu í Færeyjum. Eru þarna innan eiga, en að því, en leturhumar sem við veiðum að mestu veiddur í troll allstaðar í heiminum. Nú sko humar í öllu fjandans hitastigi, það niður í Norðursjó og allstaðar, og það miklu heitari heldur en hér og svo framvegis. Hefur þetta einhver svona afgerandi áhrif? Hann humarinn alveg sama hitastigi og makríll, einhvern veginn hann svona frá. Það nú ekki rétt. Makríll hefur til dæmis, það hefur verið hérna í gegnum tíðina, síðustu 50 ár, þá humar aldrei farið norður fyrir land sem einu nafni heiti. Humar humar svona cirka 5-15 gráðum. Hann fer venjulegast, það var hægt að fá humar í Jökuldýpinu og aðeins eitthvað smottir í Kollál, bara vestur frá Snæfellsnesi. Já, það var. En ekkert þar fyrir norðan. Nei, þangað til núna. Síðan aftur fyrir austan. Þá var bara austast Hornafjarðardýpið. Já, var Lónsdýpið austast. Já, Lónsdýpið. Svo tekur hann Kaldatunga sem var minnst á áðan sem Jakob var að tala um. Hún einstaka árum hefur hún náð, þessi Kaldatunga hefur hún náð raunverulega vestu fyrir Lónsdýpið, en þegar humarveiðar að hefjast þannig kringum 60, svona einhverju magni, þá eru við á hlýskeiði aftur, og þá hlýskeið, og þá töluverðar veiðar humri í Kollálnum, og svo sjáum við fæsluna raunverulega þegar kólnar, að þá minnka veiðarnar allan að detta alveg niður í jökuldjúpinu, og veiðar í jökuldjúpi hefjast eða ekkert sem einu nemur bara síðan úr aldamótum í kringum 2000, og það komið upp aftur, og það var þá skásta svæðið í mörg ár varðandi humarinn. Segðu mér, nú bannað að veiða humar. Já. Hver ákvað það? Voru það stjórnvöld? Stjórnvöld, já, setja þær reglur, en eftir tillögu frá Hafrannsóknastofnun. Ok, hvernig stendur á því að Þorsteinn segir það er ekki hægt að auka aflann í trillurnar eða bara
Núna þá áttu strandveiði flóta. Já, ég á bara nú í þorskinu aftur, ég bara að tala stjórnunina. Já. Að hann segir, það ekki hægt að því að aflaregla stjórnvalda svona og hinsegin. En það ekki ef að þið sjáuð að það sé nauðsynlegt breytingur eins og ég myndi gera núna þegar fiskur að léttast 25% á milli ára, margir árgangar, þá þýðir það fóðurskortur og sem kallar þá að meira veiði, að mínum að þið. En það sem við getum ekki breytt, en getið þið ekki stungið upp á því í svona tilfelli að bæta við einhverjum 1000 eða 2000 tonna? 5.000 tonnum. Ég meina, hann getið ekki banka í öxlum og segja, heyrðu, við erum nú ráðgjafar hérna og við telum nauðsyn á því að bæta við aflann og það mat okkar að það sé meiri áhætta að tapa peningum heldur en að eyða fiskstofnunum. Já, ég skil hvað þetta fara, þessu að svara ákveðlega og þóstinni varandi aflareglunar og slíkt og við erum ráðgjafar og við ráðleggjum þetta og fylgjumst með hruninu í humarstofnunum fylgjumst við með og samhliða náttúrulega í hruni afla sóknarinningu hjá flotanum og við erum með þessum við köllum könnuna við til að fylgjast með ástandi stofnsins í dálítinn tíma en það var satt best að segja voru þær ekki aflabröðin voru bara mjög léleg og við sáum ekki fært að spurjið þið ekkert sjálf ykkur af því að þegar þið eru komni með þetta ægivald yfir að ráða hvað er veitt í hverju magni, hverri tegund, allar fiskistofna og þetta er allt á niðurleið, allir stofnar. Nei, við vorum að tala að þorskurinn var aukast og þú sagðir að sjálfur aukast 1%. Úr 130 tonnum í 200 og núna 15. Já, sagði það er ekki, við getum ekki kallað það aukningu á 15 árum eða meira. Við erum að tala það að þetta er sögulegu lágmarki og allar kvótabundnar tegundir sem hafa og mjög líklegt að grásleppan verði skorið niður á næsta ári út af því að hún er komin í kvóta. Ég skal nú ekki segja til það. En það er bara reynslan þegar það er búið að kvótasetja einhverja tegund að þá eru skorið niður. Það er bara svoleiðis. En það við getum líka tekið kannski almennt veiðar sem við séð bara bursi frá kvótasendingu eða ekki að almennt við upp að veiða tölum fyrir þáttin held ég þú hefði verið á sæbjúgum í lokin og það verið ákveðin sæbjúgna aflinn fór yfir 6.000 tonni eða 2 ári röð og við sjáum það alveg á bara frá gögnum frá flotanum afla sóknarinningu að detta niður og oft hann falinn að því að þú komst með ágætisdæmi áðan þegar menn fór að færa sér dýpra í gráluguna fundum með þorsk svo fara menn að veiða þennan þorsk sem liggur dýpra þannig að hann fær ekki að vera friðið þar þannig að afla sóknarinningu fjall samt sem áður og veitum 6.000 tonn og núna eru vel ekki leggja til Ég held að hafi þurft fullt af frystitógurum að fara af grálugu slóðinni út af því að það var fullt af þorski eða grípa til annara neyðar aðgerða. Það hefur búið að kvótasetja þetta tegundir. Á hverju skrápflúra til dæmis í kvóta? Þetta er fiskur sem alla tíð hefur verið henn. Sandkóli. Já, á hverju þetta í kvóta? Sandkóli hefur nú verið ágætis nýting á. Ég get ekki svara með skrápinu sko. Hvenær fer marknúturinn þangað? Ég bara segi svona það. Þú var að spyrja skarfina því, hann var alveg skarfuru sem getur marknútin sko. Að Arthur heiti Garðarsson, hann var alltaf mikið áhuga á marknútum fuglafræðingur, hann var alltaf að spyrja um stöðu marknútsins að því að skjólstæðingar hans skarfarnir, þeir voru að sveiflast eftir stöðu marknútsins. Ég skil alveg hvað það alveg að fara og ég veit ekki alveg með forsuguna í Er enginn sem stendur upp og segir, heyrðu það er bjánald að vera með skrápflúr í kvóta? Og fleiri tegundir. En það auðvitað spyrja okkur því ef að sé ef einhver landað og varandi skrápinu. Blálanga tegund sem var veiðar jökulstöluvert á en hún á sama tíma hún er tegund sem hnignar, þetta er suðlega tegund sem hnignar á sama tíma og humarinn og fleiri tegundir eins og ögurkjafta og sandsílið, allar þessar tegundir áttu mjög erfitt uppdráttar á þessum árum og eru
held ég flest allar að sína núna jákvæðri nýliðun, það í blálöngunni, það í löngunni og það í sandsíli, það við höfum séð árgangastyrk þess að vera að koma upp en við minnir að þessi fyrstu smá öfukeftunar í gögnum okkar sem mjög ánægilegt en það svona tegund sem reynda verið dálítið hefur lítið verið veitt núna eftir að humaveiðar voru að var lagt til veiðibann á þeim. Aftur í humarinn? Já. Hvað þekkirðu til humarveiða á Bretlandseyjum til dæmis? Nokkuð vel. Og hvað finnst þér það Almennt séð? Já. Það alltaf humar. Það engin nýliðunarbrestur þar. Það eru sveiflur þar í stofnum þar. Við mann sem marga stofna humarstofnunum í Bretlandseyjum skipti ansi margar einingar og dýpstu svæðin við Írland hafa til að mynda gefið eftir og síðustu árum. Það hefur gengið ágætlega þarna norður á Skotlandi og á Flaten en það eru stofnar þarna í sérstaklega í Írlandshafi sem hafa gefið eftir. En það eru þannig að við Bretlandseyjar eru kannski norður Írland eru þessar þjóðir sem hafa veitt hvað mest á humur og humarinn skipti mestu máli fyrir þær. En það alveg rétt að afrán á humri mun minna á þessum slóðum af því þar skortar algjörlega þorsk til að éta þær eða stóra fiskar til að éta humarinn. Ég var að vinna þannig í Skotlandi kringum 2003 og fleiri. Þá voru skipin að flýja vegna þess að fengi ekki þorskkvóta. Það var alltaf að skera niður hvítfiskkvótan, það sem ýsa, lýsa og þorskur. Og þau fóru öll í humar. Það var frjálsveiði á humri og ekki neitt kvóti eða neitt. Og sjómenn við Írland segja mér að þú verður að veiða allan tíman. Ef þú friðar einhvern svæði, þá hverfur humarinn og eftir eru nokkur stórir. Vegna þess að hann étur undan sér, meðal annars. Og þeirra reynsla af því að friða svæði, hún þessi. Og þeir fara mikið í sömu slóðan og sömu miðum, daginn eftir út og daginn inn, allt árið í 30 ár. Og það alltaf veiði. Og þessi humar að sjálfsögðu miklu minni en okkar smerri. Hann ekki nema 20-25 grömm? Nei, ég veit að ég kom líka í Skambívæsmu í Írlandi og sá þar hvernig sogaðan innan á skelinni. Þetta var ansi gaman að sjá þetta. En þar eru margir bátar með 2 troll og allavega Freyseborg og þetta. Það mikil sókn í humarinn. Já, jú. Þess vegna spurði ég einhvern tíma af hverju prófið ekki að hafa breytilega sókn á þessum humarsvæðum, bleiðum sem til, í staðin fyrir að loka alveg á öllu, þá fást annarskotar engan upplýsingar held ég veiði, heldur. En það veiðin var komin rosalega náttúrulega, en það var náttúrulega tilraun gerð, sem dálítið sem ég varst að lýsa, það voru svæði að þegar það dregur humaveiðum, þá fara menn að fikra sem á nýja slóðir og þá var þarna Alli og Fróða, hann fann til að mynda bjó til ný huma í Grindavíkurdýpi sem menn hefði aldrei veitt áður og þar var stór og fínn humar. Djúpt í Skerjadýpinu runni. Líka Grindavíkurdýpi. Grindavíkurdýpi, svo djúpt í Skerjadýpi, það var nú held ég eitthvað slys, menn sildu þarna bara gegnum eitthvað haft og svo gekk bara vel að veiða áfram og það stækkaði rosalega og það er líka þarna í Jökuldýpi, það var mikil stækku, það eru tungur þarna raunverulega vestura af eldri humarslóðinni sem menn voru að veiða þá á ósnortnum svæðum og þar gekk náttúrulega vel að veiða í dálítinn tíma, það var veitt á niður og lok humarvertíðarnar, humar kannski veiðana átti þessi stað á þessum stöðum þar sem hefðu verið lítið snert eða ekki neitt bara og menn náttúrulega eru skiljanlega, menn eru hrættir á humrunum að fara á nýja slóðir þar sem ekki búið að hreinsa grjót og annað, það mikið rifrildi og menn. Já, en ég bara spurði því að í staðan fyrir að loka alveg, væri ekki skynsamlega að hafa 1 eða 2 svæði í gangi og sjá hvað gerist? Ég að segja þessa reynslu frá Írunum og Skotunum. Ég meina, hvað væri að því að vera til dæmis með Jökuldýpið opið fyrir humaveiðar í sumar? Við lokuðum fyrst í Jökuldýpi og Lónsdýpi til að fylgjast með þróuninu og vorum með það í 2 ár áður en þetta ástand vestnar og við sjáum ekki mikinn mun á þeim svæðum og voru opin. En núna erum við að sjá jákvæða breytingu í humarinn og í humrinum.
ég þóra ekki alveg að fara algjörlega happi en eins og maður veit að það eru langtímasveiflur í náttúrunni og við sáum aukningu í þessum hólum sem við verum að telja. Það var klár aukning sem bara við töldum 2022, svo töldum 2021 Veistu hvað margar hólur á hverju greini? Já, það nefnilega hægt að greina það, en margar hólur það eru cirka 3 til svona 5, 6 á hverju greini. Já. Og það er alltaf 3 hólur, 3 op á humar á humarhólu og svo eru mismörg og smærri humar ofta að finna í hlíðagöngum á þessum hólum þannig við sjáum þessu aukningu og svo sjáum við núna erum við að sjá minni humar koma inn í leiðangrum þessi voru núna í sumar en vonandi skilja þessi aftur en maður getur líka spurt sig það voru ansi mörg ár við erum að veiða humar í ansi mörg ár og veiðistjórnun var ágætt og svo Það náttúrulega má segja að þegar humar voru veiðar voru leyfðar hér á árum áður þá var það bara frá 15. eða 20. Maí til fram í september en svo farið að leyfa þetta frá mars og fram í desember. Og fyrst voru þetta bara litlir pungar að veiða, 30 til 50, 60 tonna bátar og síðan aftur komu miklu stærri skip. Trollin voru 130 feta höfulína á litlum bát sem hafði ekki getu til að draga í vondum veðrum eða neitt svoleiðis og var það að hífa og fara í land eða kaldaði eitthvað. En núna í restina hafa verið 2 stór skip komin á þetta með mikið vélarafl og 280 feta troll. Þetta svona í Skotlandi. Já. Tveggja trollskip. Já, þau eru það. Þessi skip. Það voru 200 bátar þegar mest var á humarveiðum og þetta var náttúrulega menn fóru af netum yfir og humar. Já. Þannig að það var skipt, þetta var svona ákveðin vertíða skipting og svo verður þróun væntanlega líka í vinslu línum og menn fara að frista þetta og reyna að búa til meira verðmæti þannig að það er einhver þróun sem á sér stað þar og í lokin voru 10 bátar 10-12 kannski þessi síðustu ár og svo aðeins færið þarna allra síðustu árin og það voru með bát eins og Sigur Ólafsson sem er enn í gangi, hann er hérna frá 1960 og hann hefur verið með hann er að draga 1 troll en það eru komnir. En það eru bara hínir bátarnir allir á Hornafirði eru með 2 troll. Já. Og svo ertu að tala bæði báta úr Þorlákshöfn og Vestmannaeyjum. Segðu mér annað í þessari umræðum stjórnun nú að því að vera að tala það þorskurinn hefur lést og eru þið ekkert að ræða það hvað sé rétt að gera í svona stöðu? Hvort það væri rétt að stinga upp á að veiða meira eða jafnvel minna. Það var gert þegar 83 þegar maður var allur léttari. Þá var stungið upp á drag og rafla með þessum skelfilegu afleiðingum. Núna erum við að sjá árgang að koma inn sem eru léttir og við náttúrulega höfum áhyggjur af því. Við erum að sjá aðgengi á loðnu er mun minna. Við erum að sjá það til að mynda á. Já, við getum ekki bætt við loðnu, sko. Nei, við getum ekki bætt við henni. En við erum að sjá að þorskurinn er að komast minna í loðnu frá miðju sumri fram að hún gengur aftur hann hefur verið breyting á loðnu. Við erum að sjá minna í mögum á ákveðnum tímabili. Þannig að það eru áhyggjuefni og sérstaklega þessir árgangar sem eru. En sjáu þið meira sjálfsátt hjá þorski heldur en áður? Við sjáum sjálfsátt og ekki. En forstjórinn hjá stofnuninni var á fundi hjá okkur daginn og hann sagði að það væri ekki merkjanlegt með neinum hætti. Þannig að það sem ég vil segja strákar, þetta er orðið að verða gott hjá okkur núna og ég hefði bara viljaði segðu eitthvað mjög stutt í lokin. Jón, gjör svo vel. Já, ég hef áhyggjur af því að menn skuli ekki setjast í alvöru niður og taka til umræðu hvað ber að gera þegar fiskar eru að léttast svona mikið frá 1 til árs og hvort að fæðan sem vantar hér til loðna eða hvað annað, það finnst mér ekki skipta máli. Það vantar mat. Nei,
En það náttúrulega ljóst að Norðmenn og Rússar hafa dregið mjög úr loðnu veiði og líta á loðnu sem fóður fyrir annan fisk. Það skiptir engu máli. Jónas? Já, við gerum það líka og tökum tillit til þessi aflandslíkunum okkar og það er spurning hvort ættum að bæta jafnvel kvölum inn í þá að mikil fjölgun og hnúfubakur, hvort ættum að bæta þeim inn í aflandslíkanið varðandi stýringuna á loðnuveiðum og það eru þó sem betur fyrir eru eldri árgangar eru enn ágætis og holdum en við höfum ágjör á þessum yngstu árgangur sem það þarf að fara að veiða hnúfubak, það bara ef hann á ekki að fá að hvað éta hvalir mikið á ári af lífmassa úr hafinu? Það veit það enginn. En ég meina, er það í pípunum að lifa veiðar, ráður ekki veiðar á hnúfubak? Nei, það er nú ekki í pípunum, ég segi bara taka tillit til þess varðandi þessu skoðum, en Já, þá skera niður þorskveiðar út af arðaráni hnúfubak. Ég sagði það ekki, ég sagði varðandi loðnuna, hnúfubakurinn en nú í þessum missefa tegundum og ekki missefar í þessum uppsefa tegundum en það er hvalatalengi í gangi núna og þannig að það er sést gríðarlega aukning bara sem allir vita af hnúfubaki eftir alfriðun á sínu tíma og í stærði sem kannski voru áður en veiðar hófust, ég veit ekki hver stofnstærð hnúfubaks var það veit það svo sem engin en í þessum fyrstu hvalatalningum þá sáust að fáu hnúfubakar að það var skekkjan var pluss mínus 0 en núna síðustu var það yfir 10.000 dýr og þannig að það er mikið að hvali núna hjá okkur. Strákar, ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Takk. Og við þakkum fyrir okkur í dag. Takk.